Hér á Melgerðismelum í Eyjafjarðarsveit gefst almenningi kostur á að prófa svifvængjaflug næstu daga. Það fyrirtæki True Adventure sem stendur að kynningu á þessari íþrótt og við skulum kynna okkur nánar út á hvað hún gengur. Svifvængjaflug náttúrulega bara einfaldasta form flugs sem til í dag. Það bara, þú getur verið með búnað frá 3 kílóum upp í 20, labba með upp á fjöll og tekið í loftið ef aðstæður eru réttar. Og þið eru sem sagt að kynna þessa íþrótt hér á Melgerðismelum næstu daga fyrir Norðlendingum. Já, við erum með tógvél líka, þannig að við getum tekið í loftið að jafnsléttu eins og hér á flugvellinum. Þetta náttúrulega bara frábærar aðstæður og líka bara, þú veist, flugsamfélagið hérna á Akureyri svo stórt og gott, mikill stuðningur. En það eru margir sem halda að þessi íþrótt sé, kannski frekar hættuleg. Já, það rétt, það misskilningur. Það hægt að gera þetta eins hættulegt eins og þú vilt gera það, en hérna, ef þú ert með góðan búnað og kannt með hann að fara, þá þetta nokkuð öruggt. Ég flýg persónulega, þú veist, með börnin mín og hef tekið fullt af farþegum, aldrei lent í neinum óhöppum sem verst að nefna. En þetta sem sagt gengur þannig fyrir sig hérna hjá okkur á Melgerðismelum að maður getur sem sagt farið með ykkur sem farþegi? Já. Við erum báðir svona tandemkennarar og við sjáum algjörlega flugið. Hugsanlega leyfum einhverjum að taka í ef aðstæður eru góðar og við náum góðri hæð. Annars sjáum við alveg að fljúga með fólk. Það eru nokkur ár síðan þú fjallst algjörlega fyrir þessu sporti og þú byrjar í rauninni starfsemi þína hér fyrir norðan árið 2009, ekki satt? Jú, ég byrjaði hérna árið 2009. Þá var ég svona eitthvað einn að brasa og eitthvað, síðan ég bara búinn að læra fullt og ennþá ákveðin í því að gera eitthvað með þetta. Nýorðin komin með þetta svona sem fullt starf. Og þú finnur fyrir auknum áhuga landsmanna á þessari íþrótt? Já, náttúrulega við höfum verið að vinna mikið á svæði, þú veist, eins og Vík í Mýrdal og Kirkjubæjarklaustur og svona, þannig að fólk þar veit hvað þetta gengur út á og þetta alltaf að verða þekktara og þekktara. Í upphæfi þá náttúrulega héldu allir að maður væri alveg brjálaður. Nú til dæmis mamma mín, hún búin að lýsa áhuga að vilja koma með mér en hún skildi mig ekki fyrstu árin sko, en nú er hún búin að fylgjast með, sjá myndir og annað og vill fá að koma með. Það er mikill sigur fyrir þig? Já, ég get ekki beðið sko. Það alveg bara verið mjög skemmtilegt að fljúga með hana. Nú, þeir sem vilja prófa að fljúga með ykkur, hvar geta þeir leita sér upplýsinga? Það eru kontaktupplýsingar á trueadventure.is, síðan erum við með auglýsingu í dagskrá N4 og það er bara hægt að hringja í okkur og panta tíma. Ekkert mál. Við verðum hérna alla daga alltaf, þangað til að veðrið breytist. Ég reikna með því að við förum á sunnudaginn, þá er rigningarspá. Og það viðrar nú aldeilis vel til flugferðar í dag, glampandi sól og hæg góla. Já, þetta er bara synd að standa hérna, ég vil ekki bara drífa okkur að fara. Ég veit ekki hvort ég þori 3 barna móðurinn, en ég held að tökumaðurinn minn sé eftir að fara, er það ekki, Þórgnýr? Þú ferðu upp eða ekki? Takk þann með.